utan, eða stödd hérna fyrir utan Gagnfræðaskóla Akraness sem var, þetta nú eitthvað allt annað. Og hér var sem sagt inngangurinn þegar maður kom í fyrsta bekk í gamla daga, hérna inn í endan. Og færði svo einar fyrsti, annar, þriðji og fjórði hérna ekki staðar í endanum. Nú er búið að bæta þessum tveimur húsum hérna, eða mörgu húsi hérna við. Þannig að þetta er nú svona mestu horfið. Þetta var breytt, maður svona, allan maður kannast við sig hérna. Hérna var sem fór tortúrinn fram, frá atriðu. Og hérna, frímánnar trúlega nú hérna planið eins, sama mölin og drölla hérna. Hérna var þetta að grýta grjót í glugga og svona, gera ýmislegt sem maður mátti ekki. En hérna, annars er húsin í kring, þetta er sömu húsin hérna. Umhverfið svipað. Þetta er svolítið ekki gangurinn sem var. Jú. Nú var þetta nú. Já, þetta er gangurinn sem var. Hér var sko millifyll. Viltu kíkja í nýja eða bara í gömlu? Mér er alveg sem bara svona. Hérna voru... Hérna, já. Hér var B-bekkurinn, hérna þið. Já, þetta er ekki svona. Já, í grunnum, fyrst og annar. Fyrst og annar hérna. Þetta B var hér. Aðeins þarna meginn, ábyggilega. Betri bekkurinn, sko. Akkurat. Hundur frávíkani. Það var það svona lítið. Já, já. Já. Það var allt í sko. Já. Gluggan er ekki svona aftur, eða? Nei, það er eitt aðeins. Og það voru 3 gluggar. Það var allur veggur var gluggi og þeir voru lækkaðir ábyggilega svona þegar sem var breytt í fyrra. Þeir voru náðu niður fyrir Rannasöfn. Já. Þannig þegar maður sá þá sá maður hann út. Já, mér vilti það. Þetta var fyrstu bekkurinn. Já. Er það ekki? Svo færðist maður hérna innan. Já, svo var færið hérna. Svo var það alltaf að mótna að færa hérna inn á sal. Já, en það vantar allar myndir. Það voru teknar hérna. Viltu kíkja fleiri? Það er kannski þetta svo svipað. Já. Annar bekkurinn hér inni. Nýju bekkir, stórar. Salurinn er eiginlega óbreyttur. Það er nýbúið að taka grísarnar af honum sem voru. Það var tekið í gegn. Hvað myndir þá sagt mér að það var málað? Já, meðan var verið að lagfæra. Hérna var stelpaklósettið og strákaklósettið var hinna meginn. Já. Salurinn? Já. Salurinn er voðalega lítið breyttur. Hann var svona lítill. Já, það var ekki stærri. Þarna stóð Sverrir sko og hélt á biblíunni. Já. Og las eitthvað fínt. Já. Titraði hann svona þung sko, þannig að hann steig upp á svona smá púlt. Já, til að vera hærri. Hækkaði sig. Já. Svo hérna. Og horfði í rúmið. Og hólaði og skammaðist eitthvað. Þessi inngangur, þetta var kennarainngangur náttúrulega. Já. Þessi inngangur var líka. Hann var aldrei notaður. Nei, það var hluta af maturlistinni. Hérna voru klósettoaletti. Já, hérna var ekki kennarastofan. Kennarastofan var inngangur hér. Og skólameistari var þarna fyrir innan. Já, það var maður ekkert að tekja á beinu. Já. Hérna, þetta var ekkert, það var ekki bókasafn. Hér var maturlistin. Maturlistan. Það var bókasafn. Já, hérna var. Þarna var skólameistari. Þetta er bara geymsla fyrir bókasafnið. Já.
Svo á að vera að byggja nýtt fyrir bókasafnið, þá færist það. Það á að byggja hérna inni á svæðinu hérna. Já. Hérna svona eitthvað. Þetta er vélumstofan hennar Bíu. Já. Hún er orðin tengigangur. Svo er þetta tengigangur inn á salinn sem við vorum í áður. Já, hvað er það sem það var byggt? Það er 74 byggt þarna megin. 82-3. Nei, 92-3 segja ég. Hérna salurinn og eldhúsið. Og kjallarastofurnar allar þar upp. Og viltu ekki halda á þessu gamla og vera hér ekki? Já, það er uppi. Það var fjórðinleg. Já, og á rannsókn. Það er allt óbreytt. Já. Það er sömu gólfefni og allt. Ég held að það er skemmtilega að stela. Ég hef búin að vinna hérna sko frá því 83. Það hefur búið sem hann ekki gert síðan. Þetta er ég byrjaði. Hérna er landslagstofan. Þetta er frá því þú gæði? Já. Ég held að hún sé, ég segi hann ekki sömu gardinunnar. Það er eitthvað 60 eitthvað að lega sko. Ég geti til að sé sömu. Já. Ljósinn og... Það er eina það er... sennilega búið að skipta stóla og hluta á borðanum. Nei, það voru allt tveggjamannaborð. Þau eru að búið að henda þeim öllum, já. Það voru öðvitað. Það er líka. Já. Þau bá stóla. Já. Ég held að það sé búið að henda þeim öllum. Svo man ég ekki hvort að... Ég man ekki hvort að þessi stofa var, eða hvort það var henni bætt inn í. Það er eitthvað svona virkað með eitthvað hefðlegt sko. Húsvörður var hérna. Óli. Ólaður Terrazó. Hann Óli Terrazó. Já. Hann var hér. Hann er sprellifandi að hann kallin á hest. Já. Hann er óslítið. Þokkalega sem við þess. Já. Annarkot var hann hér, hérna í þessari kompu, ég man það ekki að það. Nei, það er ekki. Það er ekki svo mikið, ja. Hér er... Svona písar voru á sálinu líka. Og þetta er þetta hér. Já. Og það eru svona dúkarnir hérna og allt. Já. Þetta er svo næsta verk að fæta gegn hérna. Þetta voru svo að það eru fjóra byggir. Þessar tvær og það líka. Þetta er björnum og tvær. Nei, ég er ekki. Þessi er gömur líka sko, þetta er hluta gamla. Ég man ekki í hvor ég var, ég man. Ég náði sem þetta að vera í 2 mánuði hérna í Fjörðabæk. Það kom upp misling. Og rannar. Jú, þessi er gömur líka. Já. Þeir settu þetta á milli fyrir nokkrum árum. Ég man ekki hvor með ég var sko. Það er eiginlega fyrir hann. Ég man að landsprófið var í enda. Fyrstu stöðuna. Þegar maður kemur upp. Já. Svo er þetta tenging hérna sko. Ef að lappa þeim með niður. Ég er alveg svona. Ég ætla það að loka fyrir það. Ég veit ekki hvernig það er að koma að slíka upp. Hvað er þetta? Þetta er náðalega. Það er komað héðan og hingað niður það. Já, en það er ekki lyftað upp. Já, hvor er það? Það er ekki svona stóra lyfta sko í stigann. Svo er það brunahurður og annað sem maður verður að læsa. Já.
komum svona að bæta með núna kennarastofunni, sko. Þetta er viðbragðsherbergi fyrir kennarana og hér er skrifstofan. Og ég er komin hingað. Þetta er myndir, það er svona nýlega. Þetta er útskriftarmyndirnar frá því að það var fjölbrautaskóli. Hér er skólameistari og aðstoðar og fjármálastjóri og fundarherbergi og annað slíkt. Það er ólíkt svona manneskjulega. Já, svo er þarna fyrir innan, sko, þar er vinnuherbergin þeirra. Þar er við með tölvur og vinnuborð og kennararnir eiga alveg þessa hæð hérna megin. Já. Hér er aðalingangurinn og svo er hérna 74. Kíkja það? Hvað er það? 74 og það er milli það leyti sem þetta var byggt þá var ég breytt í fjölbrautaskóla. Og þá voru kennarastofurnar hérna niðri og skólameistar og svona og kennslustofur uppi og salurinn uppi, 11 og 12. Svo er þetta alltaf við skoða núna. Þetta er 16% og svo er hérna tölvustofan í hérna tölvuverið. Svo eru frjálsstofur, svo eru námsráðgjafar hérna inn í hafðinu. Það er eitthvað sem það er ekki til, sko. Nei, þetta er byrjað að byggja þetta 74, þess að það er 74 byggingi. Er það námsráðgjafar, þannig að það er bara lærnir eða bara Akkurat nú er. ekkert verið að hafa fyrir? Akkurat. Það er í Kristuð með mér. Þetta er svona myndar. Þetta er, já. Hvað er þetta á, er eitthvað framöndan hér, ekki hvað? Nei, það er að koma, við erum Fúkarsson-skipur en vegna sem það er að koma heimsókn til okkar og hafnarvöðkonur. Já, það tengist ekki skóla. Nei. Við erum bara svo margar að vinna hérna sem eru hérna, við erum 5 sem að vinna hérna. Þar með fáið þessa aðstöðu að vera hérna frítt. Og hittumst hérna reynda líka út í verknámið, sko, svo er verknám. Það er alveg sér. Já, það er alveg sér. Kennarastofur og að... Já. Bæði kennslustofur, stór verknámssalur og svo er trénaðardeildin, hún er í gamla Nýra Vesturgötu, neða kirkjuna. Það ekki, hvað var? bara einskóla, einskóla. Nei, við hliðina á honum. Lágahúsinu Já, við einskóla. það var sko leikursalurinn. Já, hann var þar, en var hann ekki líka upp á Laugavöll, hérna Sundlaugin? Já, það var sko næsta stík. Það var ekki. Fyrst. Leikfélagsalurinn var þarna, já. fyrst, já. Við fannst það. Það er trénaðardeildin. Já, það var kent, sko, handaðan að ég var eitthvað, það var einskóla. Já, það getur verið. Það var ekki svona tréður, sko. Það voru leifar hans, sko, sann, Já, en það snæri í loftinu. á. Sennilega við þessu að fara hérna með náttúru, Já. það sem ekki til lokna. Ég er bara að þakka þessu. Já, góða skemmtun ykkur. Já. Blessuð aftur hérna. Já, ástæða þess að við vorum þar sem að Skaga á hann og taka myndir af skólanum. Það var þetta bréf hérna barstandaginn. Það er frá topp 49 árgangnum sem voru fæddur 49, 1949. Og þess að hann ætlar að koma saman núna, hittast hér í Reykjavík og svona skoða hvort annað. Ég hef nú ekki farið nema einu sinni áður. Þetta hefur verið haldið á 5 ára fresti. Það er komið 15 ára sem ég fór síðan. Og núna er þetta í fyrsta skipti haldið hérna í Reykjavík, annars er alltaf verið upp á Akranesi. Og prógramið er þannig að það er þeir sem verið fara á Akranesi fara með rútu þaðan og allir eiga að hittast hér upp í
Elliðaárstöð. Síðan verður það haldinn í Mörk og þar verður borðað og talið fram á nótt. Og þá væntanlega bara sjáumst við næst í mynd upp í Elliðaárstöð. Það er það. Við erum að leiðinni hérna á ættamóti sko. Ekki ættamót, heldur bekkjamóti. Leiðin liggur upp í Elliðaárstöð. Og er við dalinn. Það er þetta við. Fólk að mæta, það sýnist nú að einhverju verið þarna tístíða þarna í stöðurinn. Svafa, Stjáni, Þórðar, leiðina, blöðsendingar. Það er nokkuð viðbót. Og hérna bara rétt hjá Hlöður og Gryddar og Kristbjörg. Ég segi aldrei 4-5. Leiðin og Flóðsson. Hérna súmæðin af Þórðar. Þessar. Það er þessi krag með eitthvað svona kjaftaði. Herri Ingi, Já. ekki taka mynd af mér sko, ég fyrst. Grétar og Reynir. Sýnir ekki bönnana þetta, ha? Nei, það er ekki að segja þessi blámynd heldur sko, þetta er náttúrulega. Hún er ljósgraf. Ingi, ef ekki setja þetta rastið í gang? Jú, það er Hefur ekki réttind á þetta? Kveikja á þessu bara. Þetta er gott. Ég var hérna í gær og... Þetta er náttúrulega óþolandi. Þetta er ekki vélstjóri. Það er ljósmynd. Það fagnar allir það ekki. Þetta skagamenn! Áfram Akureyri! Hefur eitthvað lært að þið vera skólasögur nokkur á? Það heyri ég þér út. Var eitthvað lært að þið vera... Verkinu. Bara að ræða málin hérna fyrir það. Sæli honum í Mætti þér Arnóri. Já. Barinn sko. Hvað kostar hann? 600. Svona fólk sem Tekur hann myndir alveg. Fólk sem var nú ekki vant Þú hefur nú þurft að láta taka mynd af þér þú varst að syngja. Það var mjög... Fólk sem ekki vant að var smakað ekki gamla daga allt fyrir það góð bara í Vaknandi manni. Best Það að er lifa. Ólafur að sagt þetta. Hann hefur mikið tög á þetta. Við höfum að líða þetta. Ok. My favorite. Glimmerinn farinn á henni? Nei, já, Nei,
Hún alltaf að bæta við, sko, það er ekki að sett yfir á aðra. Ertu búinn að taka? Já, bara... Live. Vinkonur minn setti það á. Hún systra svona. Við núna. Þeirra vini og skólabróður Árna Árnasonar sem veldur okkur miklu söknuði, sérstaklega nú í dag. Því að þessir endurfundadagar voru honum mikils virði eins og okkur öllum. Einnig vil ég að við minnumst þeirra Rutar Versmann sem lést 9. september 1999 og Þorláks Grímssonar sem fórst 7. mars 1969, aðeins 19 ára gamall. Og ég ætla að biðja ykkur að rísa úr sætum og minnast þeirra með stuttri dag. Þakka ykkur fyrir. En kæri vinir, lífið heldur áfram og ég vil nú aftur bjóða ykkur velkomin í stór úthverfi Akranes til Reykjavíkur. Árgangurinn okkar hefur dreift sér víðan völl og mörg okkar eru hér á Víkursvæðinu og þar hefur við komið okkar fólki fyrir í ýmsum ábyrgðarstöðum í stjórnunarkerfi borgarinnar og í helstu íþróttafélögum og í ýmsum öðrum menningargeirum lífsins. Geirum menningargeirum, já. Tilgangurinn með því að boða ykkur sem enn búið á Skaganum hingað til Víkur í dag er að sýna þeim sem telja sig eðalborna Vesturbæinga og KR-inga að við eigum enn drjúgan liðsauka handan við flóan fríðan flokk af árgerðinni 1949 sem ekki mun liggja á liði sínu. Þegar Reykjavík verður endanlega innlimuð í Akranes þá mun hið sameiginlega sveitarfélag að sjálfsögðu hljóta nafnið Akraborg. Akraborgin mun koma aftur. En hvernig sem þau mál munu axlast vil ég segja þetta: í kvöld ætlum við að skemmta okkur. Og hvernig skemmta mér sér? Stórt spurt. Ég kýs að svara þessu með því að vitna í Einar Ben, en hann mælti svo: maðurinn einn er ein nema hálfur, með öðrum er hann meira en hann sjálfur. Vel mælti honum. Því þannig getum við bætt hvort annað með því að gefa af okkur og taka á móti góðu straumum frá öðrum. Göngum nú til leiks með þetta í huga. Í kvöld verður framborið mathöður frá veitingasmiðjunni af Þórarni, kokki og hans liði. Það verður 3 rétta matseðill, forréttur sem er samsett á túnfisktertu með rósenbergsósu og síðan kemur önd með appelsínusósu og síðan verður dessert. Þá verða hér örfá atriði sem undirbúningsnefndin tók saman og að lokum munu argentískir tango Óma Róma. Ég segi ekki meira það. Einnig verður happdrætti sem ýmsir góðir hafa gefið okkur, vinir og kunningjar sem verða það kannski ekki lengur. Má þar nefna til dæmis Globus, K. Karlsson, Húsasmíðina og Brimrúni HF sem ég starfa fyrir og vilja færa þeim bestu þættir. Aðeins frá lokum, ef ykkur vil taka til máls eða vera með skemmtiatriði, þá er það velkomið í samráði við mig, því að ég ætla að stjórna þetta í kvöld. En ég vil að lokum þakka undirbúningsnefndinni fyrir skemmtilegt samstarf og þá sérstaklega þeim Petu, þar sem þetta nú hvílt átti mikið á hennar herðum. Nú Stjána Petri sem að leita okkur þarna í gegnum rafveituna, talandi Kára og Haddi með vinnistum af hérna. Nú Reynir, Kristbjörn og Siggi Arnórs sem að gat því miður ekki verið með okkur í kvöld. En ég bara býð ykkur að njóta vel og góða skemmtun,
En þeir ætla, kokkarnir hérna, þeir ætla að skammta á diskan ykkar, þannig að þið komið öll hérna skipulega upp. Það er best að þið byrjið hérna Halldí og Kári og Kó. Og bara góða skemmtun og njótið vel. Gott að ég Halldí og Kára. Ég var að bíða eftir að þau myndi þakka hérna mest á það. Ég ætla að byrja á því að þakka þeim fyrir sem að stóðu fyrir þessu boði í kvöld. Þetta hefur ekki fyrir mig. Halldí jánkaði. Það er mjög skynsamur maður og ekki gefa það séns. Þið hafa fengið séns og þið hafið staðið ykkur virkilega vel og ég vil þakka fyrir það sem þið hafið gert. Það var virkilega gaman að koma upp að ríki okkar formanns. Við höfum eitt formann. Það er heiðursformann Þangað fengum við að mæta í dag og fengum að fara hér út úr suður. Þegar við hittumst og fórum saman frá ríkinu líka og kvöldum og settum á leiðinni vinur okkar Árna Árnason. Við höfum að tala hann á litlu nótunum þegar það var þessi ljóti og leiðinni ljósmyndar. Alltaf skemmtur, helvíti góð. Árna var virkilega skemmtileg persóna og fyrir rúmri viku þá fékk ég möppu frá ekkju hans. Hún leyfði hafa alla reikninga og allt það sem hafði farið fram fyrir 10 ára. Mjög ekki veit. Og ég kom að reyna í svona sambandi við Pétur og hvernig þetta var bara alltaf að reyna að skipta sig eitthvað. En það sem Árni Árnason gerði fyrir 10 árum, þá stóð hann fyrir þessum sakram sem við erum ekki í kvöld og gera virkilega vel. En ég stend upp og flyt kveðju frá vini mínu Sigurði Arnarson. Sigurður hefur átt við svona skemmtileg vandamál að eiga. Hann bannaði að flytja ykkur alveg skemmtileg kveðju og ég ætla bara að flytja hann á þegar málega eins og hann hefði að flytja það. Sigurður er út í Bandaríkjunum og hann hefur hjálpað fólki að koma til gegnum svona áhyggjur sem vandamál. Og ég sagði Sigga, við höfum verið að skrifast á netinu og netið er mjög gott. Hvernig höfum við skrifast á? Ég sagði Sigga, þú kannski þegar þú kemur heim þá og ert að fullmynda þá getur þú kannski fengið mjög ég hætti ekki þetta heim. En Sigurður bað mig að skila mjög góður kveðju þegar hann er núna, hann fór út til Bandaríkjanna fyrir nokkur síðan og þá fór hann í smá kúrsurs til þess að læra það hvernig ætti að haga sig gagnvart áfengi sjúklingum. Nú fór hann aftur til þess að læra það hvernig hann ætti að verða meðferðarfulltrúi. Þetta er maður sem var ástöði áfengi svona og ég fagnaði bara að þessi vinur að hann kemur heim og mun ábyggilega skila góður dagsverki. Hann sagði við mig, ég á eftir að fara í eins árs nám. Ég sagði við hans ekki, þú búin að fara í eins árs nám, þá máttu þau taka mig og þá myndur þau þurrka mig. Ekki fyrir. Ég langar ekki að drekka.
hann var með að skila mjög góður meðferð og hann nefndi skilaði sérstaklega góður meðferð einu vinkonum. Ég gera hann er svo blómjegi og eflaust hann er það eftir að fólk okkur öll. Víðar, en hér og Þórhildsgata, hún er í Afríku, já, og Bubbi Hals, það var búið að koma frá en hérna Haddi hún óskar eftir lagi hérna Nú út fyrir norðan myndu getur það Þetta er Haddi hérna, hún er að stjórna hérna smá dansi. Umbarasa, 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 umbarasa. Góðan daginn. Já, góðan daginn frú. Þú þekkir mig að sjálfsögðu. Ekki, en ég er hingað kominn til þess að... Þú þarft ekki að útskýra neitt, ég ætla vonandi. Virkilega ókvæmum. Áveikslaði ég að setja ykkur í bortum, sérstaklega fíburum. Reyndislegt. Það var einmitt það sem ég ránu höfum sem ekki áhuga. Gerstu vel að koma inn og koma þess að. Það vil ekki að útskýra starfið. Núna verið þið. Nei, alls ekki. Það er engar áhyggjur maður. Og maðurinn minn og ég við höfum rætt þetta fram og tilbaka og það finnst þetta langt vestalust. Þá bara skellum okkur í þetta. Hvað finnst það við byrjum? Látt maður með þetta, ég er öllu vannur. Vennum henni í tvisar í barngeirinu, einu í trókana, söglega tvisar í á rúminu og stundur henni stórkomi besti. Staðið því að það er nóg til allan sig. Bakari? Og svo stórkomi? Ekki að undra þá, þetta ekki tekist hjá. Á vísum þá getur enginn okkar ákveð skoða útkomi í hvers skipti en við prófum nokkra staði og ég prófa 6 til 7 mismunandi stellingar. Ég vissum að þú verður ánægð með ánægurinn. Þetta stendur á náttúrlega mínu, margum miklir að fullnægja viðskiptvinnu. Afsakið, en er þetta ekki svolítið ókvörðunlega? Frú, í vinnu þá þarf maður ekki að vera afslappaður og taka sér til tíma. Ég hef ekkert á móti því að koma inn að fara út eftir 5 mínútur en ég höfði það verið á þér ábreyðum. Láttu mig þekkja það. Hefur þú oft haft árangur sem erfið? Líka bara þessar mynd. Hvað sem þið trúið því eða ekki, þá var þetta framkvæmt upp á almenningsvagn í miðborg Reykjavík. Og hér er mynd af fallegustu típurum bæjarins. Þeir komu sérstaklega út þegar hann er hugsunum það hversu erfið viðregnandi móðunum var. Var hún það? Já, ég er heldur það. Að lokum verði ég að fara með hana niður var ég hann henni Jónstólagat sem ljúka verkinu. Ég hef aldrei unnið þetta í all erfið kringumstæðum. Fólk var að hópast að 40 til 50 manns, ítandi hvort öðru til að sjá betur. 40 til 50 manns? Já, það verði eftir lefa tíma. Móðurinn var orðið svo æst og byrjaði að hendast til og frá og ægandi og skarðgeti á hóknum. Ég gat var ekki einbeitt. Ég heldur mig að ég hafi þurft að byrja nokkrum menn að halda henni. Það var nefnilega að byrja að dimma og ég... Alvörunni í tólið þitt? Það er ég. En þetta fyrir ég bara starfinum. Ég er starfinum með ánægur. Ég veit árum ég að hugsa á tæknina. Lítum bara á þessu mynd. Þetta var í útýrningaglugga í stóri Vesturreykjavík. Ég bara, ég trúi þessu. Já, ég frú. Ef þú tilbúið þá ekki að setja upp þrífótið minn, svo við getum aðeins handað. Þrífót? Já. Ég þarf að nota þrífót til að kvíla tólið á. Ónæðanlegt til þess að ég geti haldið hjá henni minn. Frú, Jónað, ekki lengur tilbúið. Þetta er búið. Það er að taka á þeirri. Það er að taka á þeirri. Ég takk hérna fyrir frábæra og leikstjórn. Ég þakka fyrir það. En að því ég var komið hérna upp að þá í
veit að sko Kristján vildi vel á það, hann myndi þetta þegar hann var að þakka Reykingu fyrir að hafa, já, fyrirfram, hann kom að þakka fyrir þegar hann ekki búin að sína neitt. En þegar að bréfið kom á sínum tíma, þá náttúrulega sáum við strax að þetta var lítil hugsun á bakvið það, vegna það var eitthvað annað bréf seinna. Þetta svo að vísu var Peta sagði mér að það væri nú allt út af því að eitthvað var svo gaman að hittast. Og hún var að reyna að fá hatti upp í Sjálfstæðishúsið. Hún var að sitja. Hvað sem því líður, en þetta var mikið stress á okkur Akranesi og við ræddum þetta í okkar hópi, formaðurinn, alvöru formaðurinn okkar, hvert ættum að láta þetta við gangast og við létum þetta afskipta laust. En þetta, Jóhanna, það var að taka mynd, en þetta skapaði mikið stress, til dæmis og að við vissum ekki að þetta var að tala óvissumferð. Ég heitti nefnilega Jóhannu og hún var komið strax á þarna íþróttamiðstöðinni og byrjaði einhverju fjallgöngu og líkamsræktinni og hún æfði, hún hélt að það væri lætt að fara í óvissumferð að þetta var í fjallgöngu. Og var á þessu stíg og æfði, Jóhanna æfði og æfði og æfði og hún æfði og æfði og æfði. En hvað sem því líður að þá treysti ég þessu nú ekki þegar ég líka frekk bréfið og Kári og Hatti átti að vera með okkur frá áfengisversluninni, Suður. Ég fór nú að leita eyrnar karlkonum. Ég fann það ekki og þess vegna fór ég bara sjálfur Suður. En það kom það í ljós að bara í, jú, það voru allir ánægðir með eitthvað þegar það sem sögðu Suður. En svo þegar við fórum upp í rútun aftur að þá voru allir brandar af húnir, það var ekki meira höfundar en það. Svo var það á Seltjarnarnesi og það voru einhverjir kartöflugarðar sem var Skagamenn og frægir fyrir. Og þá var að sína einhverja skortstöða sem hefði fengið þetta viðurkenningu. Hugmyndaflug var nú ekki meira það. En við verðum nú að viðurkenna það að þetta nú fara vaxandi og það getur vel verið að þau fái að reyna sig aftur. Þetta var akkúrat tilgangur minn. Það var að reyna að fá hana úr sætinu og fá hana hingað. Hvað séu fá hvernig? Þetta var tilgangur hans að fá hana upp. Við vorum nefnilega að segja þarna áður sko Guðjón og Björn og Þórður Þórn og Jónas og Guðný að þetta fólk ætti bara að hafa okkar mottói sem við höfum alltaf haft að þögnin er betra en þarf að hlæja. Ég vona kostur við hana. Það má alltaf trista á gamla góða afturhaldi. Það má ekki lengur segja um að neitt sem heitir í, hálf. Þannig að maður segir um að afturhaldi. En það hafa ykkur orðum þetta til það? Já, við Stjáni Sveins, við lærðum það í saman. Að maðurinn einn er einum að hálfum, öðrum er að meira sjálfur, eins og komum það fram á það. Ég er alveg til það, en ég þykir eins og að miður að þegar þú með þínu, nú er ég vilja að segja sko, næstu því betri helming, þá skulle hann ráða svona miklu meira þig heldur en þú. Nú skil ég. Það er hægt að skipta. Það var stórt og djarft skref stigið
upp og hingað suður. Já, við erum þar að skilja það núna, sko, því að við sjáum alltaf að það er búið að planta skarabönnum hingað á eins og þessi. Við bara áttum okkur ekki á þessu. En við verðum bókað þetta næsta fund. Ég sagði einhvern tímann hér fyrir í kvöld að formaður Guðný Ársæls hefði verið framsýn fyrir 5 árum þegar hún ákvað að veita umboði hingað suður vegna þess að, og nú bara hendur þú fyrir Eyjafélagi Haraldur og allir þeir sem eru búið að vegna þess að hún búin að stýra þessu í gegnum tíðina ásamt alltaf á hann dó, Guðný veiktist og hún treysti ykkur eitthvað ekki til þessu. En það er ekkert flókið þó að hún var að senda þetta suður. Það var að sætta þau við það. Hvernig svo sem á það er líka mikið gæri. Og ef þú ert eitthvað fúllið í hvernig dreifingin fyrir sig, þá er þú líka í það við þig. Ég er ósvalega gaman að sjá þig, ég er alltaf gaman að sjá þig. Ég var gaman þegar ég bréfi frá þér í gamla dag sem þú skrifaði með blekpenn en allir aðrir skrifuðu með bíró. Þess vegna Haraldur ennþá alltaf gamla góða afturhald. Af hverju pikkar þarna? Og í gærmorgun, þá var eitthvað, hvað kölluðu það Guðný? Þeir kölluðu það það var eitthvað hún þarna það var eitthvað kynlíf í gærmorgun, sjónvarpinu, það var talað aðstofa. Nei, Haraldur, það heitir staðarmaki. Staðarmaki? Já, sko, þetta eru staðarmakar ekki staðarmaki, og þessi staðarmaki. Akkur er það að kalla Guðný inn í staðarmaka? Nei, og þessi staðarmaki. Guðný. Núna er okkar áhagurinn í þessu. En við þakkum ykkur fyrir og skálum fyrir báðum formunum og báðum Nú ætlum við að syngja. stöðum og þú að syngja. Og það var fyrir starfið. Skál fyrir reykingu. Það var ekki Ég að borða þetta. Ekki gengur vítast hann upp en Vinindi mínir við borðum þeir sögðu að það gengur illa að koma þessu fólki í stuð en ég ætla að biðja ykkur að standa upp og ég ætla að biðja ykkur að tökum þið með hægri hendinu mín. Rétt með það. Ég ætla að biðja ykkur að setja hægri hendinu niður á raskina og byrja að slá. Byrja að slá. Og síðan tökum við eitt mjög gott lag sem á mjög vel við þennan ágangur til lífið og við segjum Rýmur, saltinn rýmum sem fjandinn lágum í gandinn þetta er stórfengleg reyn Hei! Rýmum og rekum saltinn rýðum sem fjandinn sláum í gandinn þetta er stórfengleg reyn Það er gulltandrugg í flöskunni og flatbrauðsneið í töskunni en glóð er enn í öskunni Hei, ríðum og rekum sandinn ríðum sem fjandinn sláum í gandinn þetta er stórfengleg Hei, ríðum og rekum sandinn ríðum sem fjandinn sláum í gandinn þetta er stórfengleg Það er fullt af brugg í flöskunni og flatbrauðsneið í töskunni og glóð er enn í öskunni Við komum öskur fullir hei Sýnir þetta alveg svo 40 árum ná Rýmur og rekum sandinn rýðum sem fjandinn sláum í gandinn þetta er stórfengleg Hei! Rýmur og rekum sandinn rýðum sem fjandinn sláum í gandinn þetta er stórfengleg Það er fullt af Ég er ekki á Skaganum. Er ég ekki á Skaganum? Ég er ekki á Skaganum. Þetta er ekki
Valdi ekki með það og pabbi hans Lilli litlu pappa og mamma. Ég Ekki filma í það. Það er svo lítla svona... Það þarf ekki að fyrir því þetta, þetta er ekki darmað. Ég man það sem heldur það. Þú þarftu mynda Hatti af hverju þetta svona hóru. Ég hef alltaf verið það. Er það? Já. Ég hef aldrei verið hóru. Nei. litlu bjarnar En ég sendi við sjóðum að fá. og það var sagt að héti Lilli litli. Atriðið er samt leikurum og lesa vegna atriðið. Ágústa? Já. Fyrir litlu myndina. Því ég fyrst að segja átt að bera ykkur kveðju frá Vali Sigurðssoni. Hann er lasinn græfillinn. Hann var búinn að klæða sig í, búinn að vera lasinn undanfarið. Samt var 49, hugur 9 og hann var búinn að klæða sig í og að leggja á stað þegar hann gafst upp. Þannig að hann hlýtur að vera mikið lasinn. En það er með ólíkindum með hann 49 árgang að það eru svo margar sögur sem tengjast honum og maður er alltaf að heyra það vítt og breitt út bæ. Og ég heyrði eina í dag sem að mér finnst endilega, ef að þið hef ekki heyrt hana, þurfum við endilega að fá að heyra hana. Það var fín frú hér í Reykjavík sem fór í hérna gæludýrabúð og þar var risa páfagaukur sem kunni allar 100 kúnstir og meðal annars að tala. Þið hef heyrt hana, já, en ég ætla samt að segja að allir hafa ekki heyrt hana. Og það var svo lágt verð á honum og hún spyr af hverju og þá var hann sagt það að páfagaukurinn hafi verið alveg upp í húrhúsi og hann sé svo orðljótur. Og hún hugsaði sem svo að það með kannski kenna honum og kaupi páfagaukinn og þegar hann kemur páfagaukinn heim og búinn að setja búrið upp að þá lítur páfagaukurinn í kringum sig og segir nýtt hórhús, ný hórmamma. Litlu seinna koma dæturnar heim og þá segir páfagaukurinn lítur hann í kringum og segir nei, vá, nýja mellur. Litlu seinna kemur húsbóndinn heim og þá segir páfagaukurinn komdu sæll Viðar Stefánsson. Hinn saga sem ég heyrði var svo að það voru 3 menn sem voru staddir við himnaríki og allir báðust yngum og þeir þurftu að leggja erindi fyrir þann sem það réði og líklega Pétur þekkti þeim inn og þessir menn voru Páfinn, Bush Bandaríkjaforseti og Davíð Oddsson. Og fyrstu þeim Páfinn inn og þegar hann kemur út tilbaka þá klappar hann sér að bringu og brosir út í bæði og segir já ég vissi það og þessu vissi hvað ég var að spurja hann að því hvort ég væri ekki örugglega æðsti maður Guðs á jörðu og hann sagði svo vera. Næst fyrir Bushinn og þegar Bush kemur út þá hoppar hann upp í loftið og slær sér á bringu og segir ég vissi það og þau segja hvað varst að gera? Já, ég vildi vita hvort að ég væri ekki æðsti maður vonduðasta ríki í heimi og Guð sagði já. Þegar Davíð Oddsson kemur út þá var hann hálffúll og fílulegur og
þeir segja hann, hvað, af hverju þú svona óanöður? Já, ég vildi vita hvort að ég stjórnaði ekki besta ríki og var ekki besti ríkisstjóri í veröldinni. Og hvað? Já, getið þið sagt mér hver í andskotanum þessi Guðný Ársælsdóttir er? Miðri hátíð, sko. Ég heyri músíkinn, sko, það er svona fortíðar músík, sko. Þessi ávæl við okkur. Spurning hvað það er mikið tón, sko. Þetta er músíkinn. Næsta skal draga eitthvað. Svo verður næsti dráttur. Næsti dráttur er... Happdráttur. Happadrátturinn. Það er happadráttur. Án gummi, já. Yes, já. Bara... Streif. Yes. Já, ok. Það er Dóra Böðvars. Ég veit það ekki. Já, komið. Já. Halló, halló. Þá er komið á atriðin okkar sem ég syngdi inn og það er happdrættið sjálf. Happadrátturinn. Og ég hef alltaf kostlega Viðlegum með lúnabólguna. Já, staðfinn. Við erum batnaðar. Já, ég aldursforseti. Þá erum við búin að fá hérna nýjan aldursforseta í húsið og hún heitir Halldóra Böðvarsdóttir og ég vil fá hana hérna upp. Hún á að sjá dráttinn. Dóra minn, kottu! Hvað er? Svo er einhverjum sem hefur týnt gleraugun sínum sem sá ekki danssporun á þann og þau eru hér. Er ég elst af einhverjum? Þú ert elst af svona. Herðu, Dóra ætlar nú að draga og það eru nöfn hérna í hattinum og þeir sem að gáfu vinninga eins og áður hafði komið fram það var Glóbus Svínsala þar sem sonur minn er, hann talar ekki meira við mig þess að hennar mánuðin. Hann gaf hérna slatta velunum, vinningum, það er svona smá vinningar og nú byrjum við á að Dóra tekur hérna fyrsta nafnið upp úr hattinum. Loka augunum og draga. Loka augunum. Loka og draga. Æstu Dóra hérna. Það lesa. Elisabeth Alfreðsdóttir. Elisabeth Alfreðsdóttir. Já, þáttu. Og við náttúrulega bjóðum Elisabethu sérstaklega velkomna. Hún er komin hingað frá Ameríku alla leiðina. Slamíu. Hérna, Betta. Þetta er miðið. Happadrátturinn. Við setjum þau í pottinn. Þetta er við danskabli hérna. Við dansaðum nokkra kellingar, sko.
Það var eitthvað svona leikur, dansa hver við hver, ég skil það ekki sko. Það er svona skýringa og svona móð. Það er að reynda að standa það mér. Sjáum til bara eitthvað framtíð fyrir sko. Það líða svolítið á sko. Grúpa sig fólk. Að hitta ykkur er að dásamlegasta í mitt líf. Nei, þið vitið það ekki. Ég kem alltaf. Afgangs. Það er mánudag núna. Veislan var á laugardegi. Það er komin svona tveir sólarhringar síðan. Eins og þeir sem hafa horft á þessum undan farið sko. Það endaði í tómri þoku og vitleysu og rugli bara. Og ekkert í sig að gera. Það er Þessi veisla fór held ég þokkalega fram. Það var náttúrulega ýmislegt bulla þarna sko sem ég vona að fólk gleymir bara. Og gaman að sjá fólk. Það var hverju, kíkja á það, hvað breytingar var. Það þekkti flesta náttúrulega en það er náttúrulega svona óljós. Ég er bara að heilsa. Það er snið. Nú sést það konar drull á... Það er bara á gjöru svona. Já, en sést það ekkert á vindinu? Ekki á þessu.